Heyrðu, rúlum að stað, Eva Björg Ægisdóttir. Ég er búin að vera mjög spenntur að fá þig. Já, bara spennt að koma. Ég segi þetta á alla minna gesti, en ég líka vel þá. Og meinar það núna? Nei, ég meina það alltaf. Af því ég vel bara fólk sem ég hef áhuga á. Já, ok. Og fyrst áhugaverð. Sko, byrjum aðeins á bara byrjunni, hérna samstagsaðarleirnir, Jysk, Reykjavík Photo, Bauhaus, vefverslunni á Bauhaus, farið þangað, það bara jólavörurnar og þið getið keypt alveg endalustar. Storytel, þar sem að ég les nánast alla mína bækur. Þú ert til í hljóðiðar í hérna, en ekki nægilega mikið af rafbókum. Nei. En það þarf að bæta úr því. Svo það Tryggingamiðstöðin, sem hefur fylgt mér bara frá upphafi, og Kaldi, 0% sem að hérna í glasinu. Kíkjum á næstu síðu. story.tel/bókakjallarinn. Ef þú ferð þarna inn, Eva Björg, þá færðu frítt í mánuð. Já, ok. Kekja. Ég með áskrift nú þegar. Ok, þá getur þú sparað hana. Já. Með því að skráðu undir 9 nafni, undir Elmu. Já, einmitt. Og svo sjáum við alla bækurnar þennar. Þetta rosalegt. Nýjasta bókin. 7 þarna. Allar litlu liðarnar. Nei, þetta 8. Já, þetta, já. Og fyrsta bókin kemur út 2018 og mér langar að spyrja bara hvað gerðist árið 2018 þegar að þú allt í bara kemur fram með svo og bara rithöfundur með langa feril. Já, bara ansi margt sko. Ég náttúrulega skrifaði bókina 2017. Þá var ég að vinna sem flugfreyja og var það reynda bara í ár, endist ekki, hefði örugglega ekki enst lengur en það þó að ef mér hefði búist það. En já, ég einhvern veginn hafði alltaf ætlað mér að skrifa bók, svo kom hún út vorið. Bókin kom út í mars, sama mánuði eignaðist ég stelpuna mína. Okay. Þannig þetta var ansi viðburðaríkt ár. Þetta gerðist allt frekar hratt sko. Henni var náttúrulega mjög vel tekið á Íslandi, bara eiginlega strax og ég held að það hafi hjálpað svolítið mikið að gefa bók út vor, sérstaklega bara svona nýr höfundur sko, að því að ég held að sko, það ansi svona áhættu samt að gefa út bók í svona jólabókaflóðinu sem nýr höfundur, maður held ég á það til að drukna. En ég tók eftir því strax sko, alltaf þegar maður les bækur eftir nýja höfunda, þá er maður svona pínlítið með fyrirvaran, maður leitar svona að þessum nöfnum sem maður okkur örugum með og ég náttúrulega les brjálæðislega mikið að glæpasögum og öll það. Og ég fann strax að það var eitthvað, þetta var bara góð fyrsta bók. Hún var bara verulega góð. Og þess vegna hugsa maður, sko, gafstu langan tími í hana? Ég var svona áraskrifana, já. Þannig að, þú veist, það er bara svipa á núna, sko. Hún var tilbúin hálfa árið áður en hún kom út. Já, ég veit ekki, þú veist, ekkert með leið og ég byrjaði og setti mér þetta markmið að ég ætlaði að klára bók. Ég hafði náttúrulega ofta áður svona byrjaði á einhverju og hætt og fannst ekkert með að ég þyrfti að vera með allt á hreinu varðandi sko framhaldið. En leið og ég bara setti mér ekkert með svona markmið að sko skrifa ákveðin orðafjölda á dag að þá bara kom þetta einhvern veginn. En þetta er ekkert öllum gefið. Það eru mjög margir að skrifa. Já. Og líka það að oft það að eftir svona 3., 4. bók þá einhvern veginn virðist svona eins og fólk sé búið að finna tónin, finna svona hvernig það á að díla við bæði tilfinningar og sambönd og umhverfi, að maður finni sko lyktina með þeim og svona þetta myndræna og litina í frásögninni, en mér fannst eins og þú hefði strax náð utan það. Sérðu þetta fyrir þér í myndum þegar þú skrifar svona sögur? Hvað sérðu, hvernig gerur þetta? Er þetta verkfræði? Sko, ég vissi náttúrulega ekkert mikið hvað ég var að gera fyrst og þú veist, maður hefur, sko, ef ég hugsa Maríu Stiganum, maður hefur lært svo ótrúlega margt síðan maður las hana og bara, þú veist, ég var ekkert að pæla í, sko, svona hvernig ég myndi drífa frásögnina áfram svona ákveð, þú veist, ég veit ekki hvað heitir á íslensku, en svona pace er eitthvað sem ég hugsa mjög mikið núna en gerði ekki þá. Þarna var ég bara svolítið að skrifa bara, þú veist, ég náttúrulega las ótrúlega mikið, alltaf gert, alveg sem ég var lítil, þannig að ég þekkti bækur, vissi hvernig bækur ég fílaði og allir maður hafi ekki verið svona ómeðvitað að skrifa bara inn í ákveðin svona stíl sem maður kannaðist við
og kunni vel við sjálfur. Þannig hérna... það norrænar bækur, einhver leiti, norrænar glæpasögur, þetta skandi? Já, á þessum tíma var ég náttúrulega að lesa rosalega mikið þannig. Ég náttúrulega ólst upp við að fá sko alltaf Arnald og Yrsu í jólagjöf og hérna, ég var að lesa mikið Kamilu Lockberg og þessa sænsku glæpasagnahunda, sko. Þannig að þú veist, já, ætli ég hafi ekki verið undir svolítið áhrifum frá því. Sko, eins og með Kamilu Lockberg, mér finnst hún oft vera algjörlega frábær. En stundum fæ ég líka, svona finnst mér hún fara einhvern veginn í, hvað ég segja, ofmikið í hversdaginn og þá missir maður aðeins svona þetta tempo eða tengingu, svo missi stundum balansinn, en stundum finnst mér hún algjörlega brilljant. Og og mér finnst þú hafa náð að halda þessu jafnvægi. Já. En það þarf dálítið jafnvægi, sko. Já, það þarf að vera svona sko maður má ekki alveg missa sig í öllum hverdeginum eins og þú segir, sko. En já, mér finnst Kamilla Lockberg sérstaklega hafa verið geggjuð í fyrstu bókunum sínum, sko. Svo er hún smá aðeins og langar og aðeins og margar persónur og svona eitthvað. Aðeins og soft eitthvað og aðeins og mikið af einhverju svona... Já, aðeins og krútlegt eitthvað. Já, nákvæmlega. Og að því maður vill hafa þetta hardcore undir niður í en finna þetta dræfi í hverju persónu. Eins og í nýju bókinni þar er bara Elma komin í frí og þú ert með sko mannesku sem fer leita til sálfræðings og hann verður ástfanginn af henni. Já, hann heillast af henni. Hún er að gera upp einhverja svona fortíð. Sko, hann alltaf, þetta er sálfræðingurinn Hjalti. Já. Og hann hefur alltaf haft svona, þú veist, það sem kveikti henni áhuga hjá honum að breyta yfir úr læknisfræði í sálfræði var ákveðið mál sem að hérna svona ákveðið sakamál hérna á Íslandi þegar að hérna hjón voru myrt bara að kvöldi til í heima hjá sér og skildi eftir sig hérna 15 ára dóttur og bara eins árs. Þannig að svo hérna nokkrum árum eftir að hann er búin að vera að vinna sem sálfræðingur þá kemur elsta dóttirinn til hans og er svona, vill fá að jafna sig á þessu áfalli og hérna hefur aldrei einhvern veginn náð bata. Þannig að hann náttúrulega bara ótrúlega svona mikinn áhuga á þessu máli og vill alltaf fá að vita hvað gerðist, veist, bara að því að var aldrei neinn skýring á því hvað kom fyrir og pappin var talinn hafa náttúrulega myrt konuna og svo sjálfan sig. Þannig að hann hérna hleypir henni svona, þú veist, mjög fljótlega ofnæri sér, þú veist, og já, heillast af henni einhvern veginn af ástæðum sem koma svo í ljós og hérna áður en að veit er bara allt svolítið farið í rugl af því að hún er kannski ekki öll það sem hún er séð. Þannig að hérna, já, þetta er svona alls konar vendingar sem koma. Og hann er giftur, konan hans fer að finna að hann er eitthvað orðin frá hverfur henni og síðan, sko, þetta fjallar einhvers konar siðblindu, siðleysi og þá fer maður svona í alls konar ringi með það að persónar eru, þú ert einhvern veginn farin að gruna alla gresku. Já, ég vona það. Maður þarf að henda út alls konar rauðum hundum, sko. En já, ég myndi segja, sko, þú veist, hún er í 3 hlutum, sko, sem er betrun, refsingar og réttlæti. Þannig að þetta er svolítið mikið líka, sko, og þetta er svona smá heimsbyggilegt ívaf, af því að hún, Helena sem kemur til Hjalta, sjúklingurinn eða skjólstæðingurinn segir maður vist, að hún er mikið að velta fyrir sér hvað er réttlæti og þannig að þau eru svona mikið að velta upp þeim hugmyndum, sko. Þannig ég myndi það segja að það sé svona undirliggjandi þema. Og svo er partur á bókinu dagbókaskrif konar sem var myrt. Er það ekki rétt? Já, sko... Eða dagbókaskrif konu. Ég get ekki sagt meira á þess að Nei, ok. að upplýsa eitthvað plottið, sko. Okay. Þannig að það er einhver dagbókaskrif sem koma fyrir það er dagbókaskrif sem liggja til grundvallar. Já, bara alveg í lokin. En já, það er svona, sko, það verður svona ákveðin vending miðju bókar, en eins og ég segi, það er Og í ljós kemur, svo ég bara segi Já, ég þoli ekki þegar bækur eru auglýstar með risastóru plotti, eitthvað svoleiðis, þá er maður alltaf búast við plottinu, sko. En það eru ákveðnar vendingar og ég vona svona að ég ná að koma bara lesendum á óvart. En hvernig er það að skilja við Elmu? Var það bara
var það bara næs að segja, heyrðu, ok, Elma, ég ætla ekki að skrifa meira þig, lögreglukonuna sem sagt, og finna alveg nýjar söguhetjur. Sko mér langaði bara, mér fannst, ég hef náttúrulega að skrifa 6 bækur Elmu og hún bara komin ákveðin stað þarna í lífinu í síðustu bókinni sem ég held að sé bara ágætt að leyfa hana vera í friði, sko, en ég vil ekkert meina, ég sé endilega búin að skilja alveg við hana. Nei. Ég get alveg séð fyrir mér að skrifa fleiri bækur Elmu einhvern tímann seinna. Mér langaði svona þess að prófa eitthvað nýtt. Ég náttúrulega, maður svolítið bundin þegar maður að skrifa svona seríu. Þú veist náttúrulega berða ábyrgð á þínum sögupersonum og þú þarft að muna alls konar þær og þú berða ábyrgð gagnvart sko lesendum þú gætir aldrei gert neitt slæmt í alvöru við þær, skilurðu, þú veist, það væri allavega smá svona, hvað segir maður, brestur á svona trausti sko. Já, við lesendur. Þú vilt ekki vera að myrða hana, en hún gæti farið í dá og komið aftur. Já, svo sem, hún gæti gerst. En svo er maður líka bara bundin við, þú veist, þessi, þó að mér finnst alveg gaman sko að fjalla lögregluna og þeirra störf og svoleiðis, að það er ákveðin svona, það bindur þið svolítið í frásögninni. Þú veist, alltaf með eitthvað svona, þú veist, morð sem að vera að rannsaka. Þannig mér finnst svolítið gaman að koma að þessu eins og ég gerir Heim fyrir myrkur og þessari bók að koma að þessu frá svona öðrum vinkli. Það gefur svolítið mikið frelsi mitt líka til þess að búa til einhvern veginn stærri plott og hérna svona mér finnst alveg sérstaklega gaman að skrifa karaktera sem eru ansið skemmtir sko og hérna, já. Þannig hérna og maður hefur samt sympatíu með þeim. Já, eins og bara öllum. Ég meina þú veist þetta ég vona að ég ná að skrifa svona hvað sem er svona þrívítar karaktera sem að fólk kannski bæði líkar við og þolir ekki, ég veit ekki. En sko, mér finnst mikið af norrænu glæpasögu núna sem að konur eru að skrifa, þess að konur eru í aðalhlutverkum annarkvort sem blaðakonur, sem lögreglukonur eða eitthvað slíkt og mér finnst þær hafa breytt svo mikið sko glæpasagna hvað að segja, svona þessu trendi að þær voru svona, þetta voru meira svona Wallander týpur, Konráð eða Erlendur hjá Arnaldi og gaurar sem að svona voru alltaf yfirlt voruði fráskildir og búin að koma sér út hús í alls staðar. Með áfengisvandamál og alls konar fortíðardjöfla. Og þá finnst mér fá einhvern veginn svona meira, hvað að segja, heimilislíf. Hefur þú séð þætti sem heita Bláljósin í Belfast? Nei. Ég bara mæli með það, þeir eru á RÚV, þetta er sem sagt 3 seríur og þetta fjallar lögreglumenn í Belfast í mjög svona hörðu umhverfi, þar sem að þú færði einhvern veginn bæði sem sagt hvernig þeim svona líður innbyrðis, samheldni innan lögreglunar, hvernig þau eru að díla við bæði erfiðleika fólks í umhverfinu og líka þetta að þó að sé einhver glæpamaður eða eiturlyfjaneytandi, það er ekki þessi reiði endilega, það er einhvern veginn skilningur á brotnu samfélagi. Já. Og mér finnst það einhver núan sem að svona er orðið miklu sterkari í sögum og það er kannski eitthvað sem að þú ert farin að pæli mikið í líka. Jú, algjörlega. Þú veist, ég held að sko, lögreglur í dag í bókum og eins og þær birtast eru bara orðnar miklu mannlegri. Þú veist, þetta hefur ekki, þær get ekki verið að takast á við mál eftir mál og það hefur engin áhrif á þeim eins og var kannski bara, þú veist, Agatha Christie, þú veist, með endalausa morðum og þetta bara snýst ráðgátuna, skilurðu. Það er ekkert verið að pæla í endilega hvernig áhrif allt þetta dráp hefur á sko aðalsöguhetjuna. Nei. Þannig jú, ég held að það sé orðið svona miklu sterkara og ég held líka bara að sko það sem er aðlaðandi við þessar seríur er einmitt hvernig þú tengir við persónur og þú tengir náttúrulega miklu meira við persónur sem er kannski með að lifa einhverju lífi sem að er svipað því sem þú lifir sko og svo náttúrulega líka það að norræna glæpasagan, hún hefur náttúrulega verið þekkt fyrir það að vera svolítið svona hún er að einblína á félagsleg vandamál nútímans og þetta er svona ádeila oft á það sem er að í samfélaginu og jafnvel þó við séum á Íslandi þú veist þá er ýmislegt að þó að náttúrulega morðin í íslenskum glæpasögum eru klámun fleiri en gengur að gerast þeim er að fjölga á Íslandi þeim er að fjölga, já þannig að þetta er svona, samfélagsleg vandamál, þetta er sálfræði og það er það sem mér heillar mig miklu meira en eitthvað annað sko. Það eru til dæmis söguhetjur sem að kannski er að því ég er án svo fullorðin að ég er farin að tengja við
það eru nokkra sögur sem eru sko konar kannski á 50-60 aldur eða eitthvað slíkt eiga kannski semst ungar manneskjur og barnabörn og er að díla við semst að börnin sín í einhverju erfiðu umhverfi og barnabörnin og hafa áhyggjur af því og eru svo að gegn einhverju lögreglustörfum eða blaðamannstörfum. Þannig að þú færð einhvern veginn allar kynslóðir, allt sem er að allar flækjurnar. Já, þetta er bara eins og Uncleaves, þú veist, með bæði Shetland-seríuna sína og Veru. Þú tengir svo sterkt við þessa karaktera, skilur. Þetta er að því að þeir eru svo mannlegir og þeir eru með sín vandamál og sína galla og ég veit ekki, mist bara einhvern veginn miklu áhugaverðar að sko lesa manneskju með alls konar galla. Við erum öll minn göllu, eða ekki? Ég bara, þú veist, gallalus manneskja er bara leðileg manneskja. Nákvæmlega. Minnst líka einn besta sko svona sjónvarpssería sem ég hef séð undanfarið er Mare of Easttown með Kate Winslet. Hún var alveg geggjuð og hún er á sjónvarps Símans líka. Okay. Og það var einmitt svona alveg fráskilin 50 með býr heimi hjá mömmu sinni, þú veist, þetta er svona þetta er ekki fólk sem er endilega þetta er bara svona og þetta er ekki jafn fyrirsjánlegt einhvern veginn og þessi heimur sem að sko, bara það að mér finnst það er til náttúrulega stórkostlega gott sjónvarpsefni oft sem kemur frá Bandaríkjunum en það er allt of mikið af þessu svona, hvað var að segja, þessum sjoppilegu frásögnum það sem að sko, það verður rómantík, glæpur og einhver svona kjánarlegur húmor og þegar þú einhvern veginn farin að mixa þessu saman þá verður þetta flatt einhvern veginn, þú tengir ekki við neitt að þessu og þess vegna finnst mér sko til og með segja svo evróskar og söður-evróskar seríur, mér finnst það allar með eitthvað svona djúsi, menn þora einhvern veginn að fara bara með en af því að þú flækist mikið sko finnur mun bara á milli landa hvernig þau eru að díla við bara svona sögumennsku eins og í glæpum. Já, varðandi kannski ég veit ekki, ég náttúrulega, sko mér finnst sérstaklega kannski Frakkland er rosalega mikið fyrir svona djúpar glæpasögur með svona miklu svona sálfræðilegu ívafi og sem hafa svona dýpri merkingu og svoleiðis. Ég hugsaði sko, það er náttúrulega típist að tala Bandaríkin sem svona, þú veist það er svona amerískur söguþráður, hann er ákveð svona, oft svona smá kannski óraunsær varðandi, sko þarf að vera góður endir, þeir vilja helst ekki sko það má helst ekki vera slæmur endir á glæpasögum og ég persónulega elska smá svona þegar endirinn er smá sko óræður og oft hægt að svona þú veist það sem lesandi situr eftir með smá svona þú veist hvað var réttlætið, var þetta sanngjarnt af því að bara í alvörunni sko það finnst manni oft mjög afstætt hugtak einhvern veginn réttlæti og þetta er oft bara sorglegt, þetta er ekki alltaf ég veit ekki, þetta það er líka svo gaman að því sko ef þú ert í bókaklúbbi eða bara átt einhverja félaga sem að er að lesa að geta rætt endan og ertu búið með hana? Ok, hvað fannst þér hann í lokin? Það er eitthvað sem að sko, það þarf að vera tilgangur með lokunum. Það sé ekki alveg bara klippt og skorin. Já, og án þess að spoila eitthvað, þú veist, þá er eins og í Marrinu í stiganum, þú veist, endurinn er alveg smá erfiður fyrir marga og ég fekk alveg svona, það var alveg þá, ég veit ekki hversu margir lesendur hafa komið til mín og sagt bara, af hverju þurftur að sleppa, þú veist, þannig, ég ætla ekki að segja mikið. En það segir líka að þau investa í sögunni. Já, algjörlega, og þó að endalókin hafi alveg verið, þú veist, þetta var alveg endir og það var alveg, þú veist, þá er það kannski ekki alltaf eins og maður óskaði sér. Nei, fyrir kannan lífið bara. Nei, einmitt. En segjum mér eitthvað, Já, ég er að segja, en að samanskapi, sko, vill kannski fólk lesa glæpasögur af því að þær gefa manni þennan endi sem maður fengi ekki endilega í alvörunni, sko. Þannig að þetta er svona ákveðið jafnvægi. Bara það að, sko, þetta eru 7 ár, þetta er í rauninni mjög skammu tími. Ég meina, það eru 5 ár síðan COVID hófst en það er bannað að tala um COVID í þettinum en ég bara segja sko það er svo stutt síðan að þú kemur út með þína fyrstu bók og ert núna orðin þú ert komin á topp 3 af glæpasagna höfundum Íslands og einhvern veginn
ég hefði á tilfinninguna að þú sett svona einhvern veginn að olbúa þeim í burtu þessum sem hafa átt sviðið, en það bara ég, þú veist. Sko, hefur einhvern veginn einhver tímabili sko hefur þið þótt erfitt að kalla þig rithöfund, ertu orðin öruggari með það núna? Þetta eitthvað sem að maður þarf að díla við, að setja á sig svona titil? Já, sko, mér fannst það fyrst. Já. Mér fannst alveg fyrst erfitt að kalla mig rithöfund, ég held að það sé ákveði svona, hvað er aftur íslenska orðið yfir þetta? Svona imposter syndrom. Imposter syndrom, já, loddaralíðan. Loddaralíðan, já, skemmtilegt orð. Já, þannig en ekki í dag, sko. Mér finnst það bara geggjað og bara rithöfundar bara svo fjölbreytt stétt og þetta nú svona upp til hópa bara skemmtilegt fólk og svona hjálpsamt, sko. Ég hugsa sérstaklega... Þegar þú segir svona upp til hópa og almennt séð, þá svona hefur maður, sko, að því að allir hópar, þú veist, eru með, þú veist, hierarkí, ég segi ekki skemmti, en það svona hierarkí og það líka að þetta mikla tilfinningar að einhver að fara að taka plássið þitt. Hversu, sko, ert að tengjast bara ákveðnum hópum eða bara glæpasagnahöfundum eða þetta bara vítt og breytt? Hvernig, svona... Þetta sko, þú veist, til að byrja með þá kynntist ég náttúrulega fyrst bara svona svolítið glæpaleiðinu hérna á Íslandi og þau eru bara, Yrsa hjálpaði mér náttúrulega mikið, hún náttúrulega bara skrifaði mér þessi mína karaktera inn í sína bók. Já, hún var svona með fyrstu, það byggt alltaf svona barnavísum. Fyrsta bókin í þeirri seríu, ég man ekki alveg hvað hún heitir. En þá var þess að hún gerist í Hvalfirði og þá koma Elma og Sævar þangað sem löggurnar á Vesturlandi. Þannig hún sendi mér alveg skilaboð og hvort hún mætti það ekki. Þetta alveg bara magna. Það var mjög skemmtilegt, þetta búið til svona smá heim, sko. En þannig að, og ég náttúrulega, þú veist, Ragnar ég náttúrulega vinna þessi verðlaun hjá Ragnari og Yrsu, þannig í kjölfarið fæ ég umboðsmann hans Ragnars, sem að gera það verkum að bara leið og ég kom út, þá fæ ég bara eiginlega strax samninga erlendis og sem gera mig kleift að starfa strax í fullri vinnu sem rithöfundur. Þannig þannig að þau voru bara mjög hjálpsöm og ég held, sko, ég veit ekki hvort það sé, sko, ég með kenningum að það sé oft, það ekki þessi, sko, kapp sem á milli glæpasagnahöfunda. Ég held, sko, fólk bara, þeir sem lesa glæpasögur, lesa yfirleitt svo mikið. Já. Þannig ef þú ert með góða glæpasögu og einhver annar er með góða glæpasögu, þú veist, þá útilokar ekki eitt hitt, skilurðu. Þú veist, fólk bara kaupir fleiri bækur. Ég nefnilega sammála. Og les fleiri bækur. Þannig en svo náttúrulega þetta kerfi á Íslandi með listamannalaun, að það getur held ég oft skapa smá leiðindi á milli kannski í ákveðnum hópum, en þú veist, ég hef svo sem ekkert fyrir mér í því, en ég get alveg ímynda mér að þá ertu kannski að upplifa að einhver sé að taka af þér, þú veist, ég veit það ekki. Ertu á listamannalaun? Nei, ég hef aldrei ekki listamannalaun. Hefur þú sótt Já, ég hef sótt þau. Ég fekk reyndar í COVID-útlutunni fekk ég 3 mánuði þegar var bætt við einhverju. Já. En já, ég hef sótt þau alveg nokkurnum og aldrei fengið. En það eins og í öllum geirum, ég meina í sjónvarp það þannig að þeir sem í fréttum eru svona reitaðir hærra en þeir sem í skemmtið þáttum, barnaleikrit eru reituð lægra heldur en fullorðinsleikrit, barnabækur og glæpasögur, skáldverk, fræðibækur, við einhvern veginn röðum þessu upp í einhvern veginn að einhverjir séu neðar en aðrir eða ofar en aðrir. Upplifir þetta til dæmis inn í þessum heimi? Kannski í vissum afkemum samfélagsins en alls ekki, sko, frá ég veit ekki, minnst ég bara hafa fengið svo margt jákvætt frá lesendum og náttúrulega bara, þú veist, og bara svona viðtökunar hafa verið þannig að ég hef ekki yfir neina kvarta, sko, og náttúrulega svo þegar maður fyrir erlendis að þá það bara einhvern veginn allt öðruvísi, en ég hef alveg ég hef alveg talað við glæpasagnahöfunda annars staðar og það eru margir sem upplifa þetta, en ég hugsa að þetta sé þá aðalega þegar kemur að, sko, umfjöllun í einhvers konar blöðum eða sjónvarpi, að það sé svona Heldur að svona attitútið eða hrokin eða hvað ég var að segja birtist í gagnrýni?
Já, svo kannski mætti vera svona Menn taka vandari svona, gagnrýni á glæpasögur já, oft, þú veist, ég meina glæpasagan getur bara verið svo ótrúlega fjölbreytt finnst mér sem listform sko, að hérna, ég meina auðvitað er til slæmar glæpasögur en það er líka til slæmar skáldsögur já, og já, þú veist, ævisögur og fræðibækur, já, þannig mér finnst oft mega bara meta þér á ég svona persónulega skil ekki okkur þurfum að setja þetta í svona flokka. Mér nei, finnst glæpasögur bara vera skáldsögur, mér finnst verið að nota sömu tólin og tækin til þess að byggja upp frásögn og hérna já og þó að ég veit ekki, þetta er oft verið að tala um einhvers konar formúlu. Ég veit ekki alveg hver formúlin er, kannski að hafa lögreglumann sem að drífur áfram frásögn. Ég veit það ekki, en ég held samt að já, það sé mun erfiðar en fólk heldur og ég veit hérna, og hversu vel þú gerir það skiptir Já. bara ótrúlega miklu máli. og fólk getur tengt við öll formið þessu, sko, kvikmyndaformið, seríur, bækur, hvaðina að það er ekki formúla að, sko, ef að menn væri búin að finna formúla að einhverju Já. góðu, Ég meina þá væri bara, þá væri allt gott. þá geti AI bara að skrifa þetta. Ég er nákvæmlega, En þetta nákvæmlega. náttúrulega snýst allt um bara persónusköpun, hversu áhugaverð sagan er, hvernig Já. þú segir frá henni og hversu vel þú skrifa textan þinn og þú veist, það er bara eitthvað sem á svona sameiginlegt í öllum sögum held ég. Og svo eru þú veist, bækur eða bara alls konar skáldsögur að nota þessi verkfæri sem eru kannski tengd við glæpasögur og það er að vera með tvist og svona alls konar vendingar Já. sem að hérna, já, eru bara í miklu fleiri sögum en glæpasögum. Þið var spatt, hvaða bækur lastu? Sko ég var náttúrulega bara fastakistur á bókasafninu á Akranesi. Ég byrjaði að lesa mjög snemma. Ég held ég hafi verið 5 ára þegar ég byrjaði að lesa og ég bara, já, elskaði að lesa og hérna fór þangað eftir skóla og hérna og var þangað til undir kvöld og hérna og fekk að taka fleiri bækur en allir aðrir og svona. En hérna, En býtu, var að talandi um þessu bókasögum, en þess að ég á svo góða minningar og bókasafni Kópavogs líka. já, Og þá bara var maður eiginlega sendur þarna til að fara að sækja bækur og maður hékkar til að finna réttu bækurnar og að því maður mátti hafa þær í ákveðin tíma og þá nýtti maður tímana á bókasafninu já. til þess einhvern veginn svona að vera örugur hvað maður takir með sér heim. Mm. Ég vona að krakkar í dag eigi þessar minningar líka, en Já, ég var að vona það líka, þú veist, ég á strák sem les rosalega mikið, Já. 10 ára. Hann les alveg bara, já, flýgur í gegnum með þykkar bækur, sko, já, en hann er ekkert með mér á bókasafni, hann bara Ok. segir mér að fara og taka fyrir sig. já, ok. En mér finnst ákveðin sjarmelt af ég bara, þú veist, það er einhver rómantískar minningar sem ég Já. á bókasafni, þú veist, ég bara loka augunum og þá finn ég lyktina og Já. sé fyrir mér brúna teppið þarna og hérna. Og Þannig að þetta var konuna svona- sem að sussaði alltaf á mig. Já, svo var þetta náttúrulega líka bara, var mann svo eftir þegar skrifa alltaf miða, Já. þú veist, og sett í bækurnar og eitthvað Já. svona, þannig að þetta var alltaf öðruvísi. En já, svo voru náttúrulega bara yndislega konur að vinna þarna á bókasafninu Akranesi. En hvaða bækur voru þetta svona sem eru minnistæður? Já, bara, vá, sko, ég held ég hafi svona fljótt kannski heillast svolítið af eitt svona mysteríum og svona svolítið svona draugulegum dökkum sögum, sko. Ég var alveg bara, mér fannst Roald Dahl geggjaður Já. sem er náttúrulega svona hálfgerðar hryllingsbókmenntir fyrir börn oft. Já. Þannig að þú veist, og náttúrulega Mattilda en Nornirnar fannst mér líka alveg hérna geggjuð. Ég ætlaði að lesa hann daginn fyrir þegar strákum minn var 8 ára, ætlaði ég að lesa hana fyrir hann og hérna og við hættum eftir smá, hún fannst þetta ófræðilegt. Já, er það? Já. Ok. En dóttir mín, hún er efnileg, sko. Hún er 7 Já. ára og hún er alveg hérna, Það er kjarkur í henni. já, hún er með mjög dökkan, þannig ég byrja vendinga til þess að hún verði svolítið eins og ég með þetta. Já, einmitt. En svo náttúrulega var ég líka bara, ég er hérna alin upp með Harry Potter. Já. Það er ekki hægt að sleppa því að minnast að hann, sko. Ég er Þú ert náttúrulega, þriðja kynslóðin í rauninni sem er sem að sko nótunum fullan mannskja börnin eru þau byrjuð á Harry Potter? já, strákurinn minn kláraði alla fyrir 2 árum. Já. Þannig hérna, og var að endurlesa þeirra mitt. Þetta er alveg magnað hvað Já. þetta hefnaðist vel og hvað þetta er orðið hérna ómissandi einhvern veginn sem partur af bóka og svo auðvitað kvikmyndaheimi. Já, þar höfðu eitthvað galdra hráfni, sko, Já. sem bara heillaði alveg. Það er náttúrulega bara risa stórt, sko. Þetta er ótrúlegt hvað þetta varð bara, já. En er það ekki líka bara að þegar þú býr til heim sem að enginn getur sagt hvort sé réttur eða rangur, Já, hann er bara svona já, og við samþykjum hennan heim einhvern veginn að þú geti farið þarna á þessa lestastöð og farið á þessa súlu. já. Þessi hugmynd að þetta sé til samsíða okkar heimi, Já. sko. Og sem
þú veist, ég var náttúrulega 11 ára þegar ég las fyrstu bókina og ég var bara, ég trúði þessu bara, ég bara var að vonast til þess að fá hana bréf, skilur, og ég liði mig það mikið inn í þetta, ég bara, var svona, alveg bara, Sko, dóttir mín, hún, ég bjóði til London í 1 ár og hún kom oft til mín og hún var svona Harry Potter sjúkur aðdáandi, þannig að við fórum á leststöðuna og hún vildi bara sjá þetta og hún vildi koma við þarna 9 og 3/4 eða hvað var og það var ekkert, þau gerði ekkert með þetta. Nei. Og það kom okkur svo mikið óvart að við vorum svona að spurja á hvaða pall þetta og hvað þetta nákvæmlega og eitthvað svona og svo bara komum við að þannig að við vorum bara ímynd okkur en ég heldur hafi gert eitthvað meira með þetta núna. Já, hlýtur að vera. Ég vona það. Já. Þetta er eitthvað algengur túrista staður. Þetta er náttúrulega bara, svo risa túrismi út af Harry Potter held ég, sko. Já. Þannig að það er svo skemmtilegt hvað bækur geta haft mikil áhrif. En ég, þú veist, það var líka alls konar ævintýrabækur, sko. Ég var, elskaði C.S. Lewis, Ljónið, Nornin og skápurinn. Já. Og og svo fór ég í ævintýrabækurnar, náttúrulega Enid Blyton, allt. Ég var aldrei mikil Agatha Christie, ég hef vel ekki lesið neina bók eftir Agatha Christie sem eiginlega svona, ég má helst ekki segja þetta því ég fer til Bretlands þetta er náttúrulega þeirra svona alveg. En sko, talandi formúlu, þá var ég leiður á Agatha Christie sko, mér varst alltaf spennandi þegar að þetta svona leystist allt í allir komið saman og síðan var einhvern veginn farið í gegnum hver var mögulega morðinginn og maður svona svissaði alltaf á milli. En svo fannst mér þetta orðið svo yfirpóslegt að mér fannst einhvern veginn, þær skiptu mikið máli lengur manneskjurnar í bókunum og mér var orðið nokkuð veginn samum hvort það væri þessi eða þessi. Og það er kannski þetta að þarna drepur í raunni sko skáldið sjálft sig með því einhvern veginn að fara ekki lengra með þetta. En þú veist, það var náttúrulega, þeir voru bara settar upp þannig að þetta var bara ráðgáta, þetta er bara, þú veist, þetta er bara ráðgáta. En það er kannski líka það sem hefur truflað mig. Ég hef þörf fyrir að tengja við sögupersónur. Ég held að sko, ef mann er samum alla, þá einhvern veginn skiptir, maður fær svo oft þessa spurningu sko úti á svona panelum og svoleiðis, hvort skiptir meira sko, plott eða karakter. Og þetta er svo samofið af því að hvernig á þér að vera samum, þú veist, hvernig á plottið að skipta þið máli ef karakternir skipta ekki máli, skilur. Þannig að þetta er annað getur ekki verið án hins. Nei, einmitt og ég var að mynda að horfa þarna viðtali við hann sem skrifaði Game of Thrones í Killunni, og svo áhugavert það sem hann sagði um þetta því að hann er alltaf búin að fá svo mikla gagnrýni fyrir að drepa sögupersonur sem var hann er alltaf þekktur fyrir það en hann sagði mitt þú veist, í mörgum bókum það drepa hellinga fólki en þú ert bara ekki að pæli því að því að þú veist, það er ekki búið að búa til þessa personu í hugunum á þér. Þannig En hugsaði líka sko, þú getur hort á einhverja svona spennu mynd þar sem að þú heldur með einhverju söguhetju sem drepur 40 manns og ef þú myndir nú leika þér á að fara í bakurinn þess að 40 manneskja og sjá harminn en þið er alveg saman það því að það er ekki búið að setja það inn í það og þú heldur bara með hetjunni þinni. Já, algjörlega, þannig að það skiptir máli. En sem unglingur, sko, oft gerist það einhvern veginn á að það verður einhver svona gap þegar maður er unglingur, maður fyrir að leita sér maður er svona að leita ennþá að þessu ævintýri en svo þarf maður einhvern veginn svo maður er aðeins þroskaður fyrir eitthvað ofbarnalegt, manstu eftir einhverju svona, í hvaða bókmenntir fórstu þá? Já, ég ætti kannski ekki að segja þetta, ég las allt Ísfólkið. Já. Ég var alveg En það er ekki bara hótt. Ísfólkið, jú, það var kannski svona aðeins og erotískt fyrir mig 14 ára á köflum sko, en Já, það mjög erotískt? Það er alveg svona smá blátt stundum sko, en samt þetta er náttúrulega ættarsaga, það sem er svona smá yfirnáttúrulegt tvist og svoleiðis. Mér fannst það alveg geggjað sko, og en svo, þú veist, fór maður í alls konar, ég meina, maður las þess að glæpasögu líka sem unglingur. Arnaldur og Yrsa, þú veist, þetta var jólagjafir á mínu heimili og ég las þær alltaf sem unglingur líka.
En svo eru svona nokkra bækur líka sem standa upp úr, og það var alveg, sko, mér fannst alltaf svo skemmtilegar bækurnar sem við vorum látin lesa í skóla og sérstaklega í ensku, Já. að þá Lord of the Flies og Catcher in the Rye voru eitthvað svona bækur sem mér fannst alveg geggjaðar, sko. Og það líka svo stórar einhvern veginn í hugsun. Og einmitt, og með þessa miklu sögu, sko, og þú veist, svona Lord of the Flies náttúrulega svona allegóría fyrir samfélagið og líka One Flew Over the Cuckoo's Nest og eitthvað svona sem eru svona bækur sem hægt að tala svo mikið sko. Og Catcher in the Rye Catcher in the Rye, Catcher in the Rye með þessa miklu sögu, sko, með morðin og allt þetta, sko. Ég man alltaf eftir 2 ár á Eyðey eftir Jules Verne og það var svona strákahóp sem hafði farið af skipi og sem að fóst og bjargast á Eyðey og þetta bjarga sér og svo byrjar svona þessi goggunaröð, þú veist, hver ræður og annað. Já, svona eins og Lord of the Flies pínlítið eins og Lord of the Flies, sko. Og þá færðu eitthvað svona og kannski það þegar að heppnast vel, þegar að heimar verða einhvern veginn þannig að skáldið hefur bara leyfi til þess að bara eins og með Snæfellsjökul, þú veist, Journey to the Center of the Earth, að þarna bara býrðu til aðstæður og leyfir fólk að deyja ef þú vilt og það þarf ekki alltaf að vera svo rétt eða rökrétt. Nei, einmitt, en sko, það sem var áhugavert við Lord of the Flies var að sjá hverjir falla í hvaða hlutverk og hvað þetta líkt í rauninni bara samfélagum í dag. Það var hægt að færa þetta yfir alls konar, sko. En var þetta menntuna þína, sko, hvað áður nú verður rithöfundur með stóru R-i og bara stórum stöðum. Hvað þú menntaði eitthvað í afbrotafræði, ekki? Jú, ég félagsfræðingur. Ég lærði félagsfræði og tók svona afbrotafræði kursa og skrifaði bachelorritgerðina mína hjá honum Helga Gunnleiksinni sem svona sem bara afbrotafræðingur, hann alveg frábær kennari og svo fór ég út til Þrándheims og lærði svona alþjóðafræði, globalisering heiti það. Og hvað hafðirðu séð fyrir þér? Þegar þú varst að mennta því þessu, var það áhuga á faginu eða var það áhuga að þið langaði að starfa við? Ég var alltaf bara ótrúlega óákveðin, sko, en ég hafði áhuga á félagsfræðinni, mér fannst það skemmtileg, en svona eftir að hugja var þetta kannski ekkit svona, þetta er ekki nám, þetta er nám sem heldur ýmsum möguleikum opnum en gefið kannski ekkit ákveðið svona starf, sko, sem getur verið svona kostur og galli. Fínt í rithöfundstarf? Mjög fínt í rithöfund, bara nýst rosalega vel, sko, en það er náttúrulega, ég myndi ekki ráðleggja neinum endilega að fara í það sem, það er rosa góð grunnur, en það er náttúrulega bara svona, þetta er mikil heppni sem felst í því að fá vinna sem rithöfundur, sérstaklega íslenskur og þannig að, ég veit ekki alveg hvað mér langaði að verða. Ég vann í mjög stuttan tíma við svona tölfræði rannsóknir hjá Maskinu og og það var alveg ágætt en ég veit ekki, ég sá einhvern veginn aldrei fyrir mér að ég veit ekki alveg hvað mér langaði að verða. Ég sá með alþjóðafræði náminu þá langaði mig kannski að vinna einhverju alþjóðlegri stofnun en ætli ég hafi ekki bara enda þar sem að hendaði mér best. En þú varst svo sem byrjuð að skrifa miklu fyrr og það er ekki eins og þetta hafi bara einhvern veginn rokkið í gang 2017. Þú férst einhverja viðurkenningu, þú varst yngri og varst alltaf skrifandi. Ég var alltaf að skrifa eitthvað, þú veist, og ég vissi alltaf ég vissi alltaf að ég geti skrifað. Ég var náttúrulega svona fikta við þetta alveg frá því að ég var lítil, skrifaði dagbækur og skrifaði alls konar sögur og eitthvað svona og svo, þú veist, skrifaði ég smásögur og oft talaði það, vann svona smásagnakeppni á Akranesi og þá einhvern veginn, þú veist, ég man bara tilfinninguna þegar ég byrjaði að skrifa hana, það bara heldist og þetta bara flætti svo vel og ég hugsa bara, þetta er eitthvað sem ég get gert og bara kemur svona nokkuð auðvelt fyrir mig. Og það þurfti ekkert einhver að segja þér það. Fannstu það bara, þetta er gott, ég hef vald á þessu. Já, og ég hef alltaf einhvern veginn haft valda á texta held ég, skilur þú veist, það er einhvern veginn sem ég hef alltaf fundið en auðvitað, svo hefur maður miklar efasemdir þegar maður eigin getu leið og bækurnar kom út, skilur þá var ég ekkert eitthvað viss að allir myndu elska bækurnar mínar, skilur þú veist, þá náttúrulega hefur
fyndi sko, maður fær endalaust góðum kommentum, svo kemur einn sem segir eitthvað slæmt og þá maður bara, já, ég vissi það. Þetta umlegt. Þannig að En það einhvern veginn þannig, það dugar alltaf þetta eina skýta komment til þess að eyðileggja það sé ekki staðfesting, en svo ég svo sem, já, eftir 8 bækur þá, þetta alltaf smá sko sama sagan leið maður búin að gefa út bók að maður svona býður eftir að sjá, þú veist, hvað fólk segir og hvort þetta sé gott. En ég vil meina að ég sé orðin aðeins rólegri með það og svona neikvæð gagnrýni hefur í rauninni ekkert áhrif á mig, þú veist, svona hún særir ekki eins mikið. Þú fljótar að komast út aðeins fyrstu vikurnar eftir bók, sko, eftir að bók kemur út, en árið síðar, nei, þú veist, ef að þá maður einhvern veginn. En hvernig vinnuferli það við bara bókaskrif? Segjum bara eins og nýjasta bóking, sko, hvenær byrjaðu að hugsa hana og hvenær byrjaðu að setjast við hana og hvernig bara virkar ársferlið í kringum eina bók? Já, það svolítið knappur tími finnst mér sko. Ég held að væri fullkomið að fá 1,5 ár, en svo ég ekkert alveg viss með það heldur. Ég vinn eiginlega best undir bara tímapressunni sko. Þannig já, þetta bókin, ég skilna mér í september. Hún verið í prentun og ég sko ætla alltaf að byrja haustið strax að skrifa næstu bók, en eiginlega ég tíminn fyrir eitthvað menn í allt annað sko. Það er náttúrulega svo margt að gera. Og hvíld líka bara? Jú, og minnst alveg geggjaður þessi mánuður sko, á milli þess sem ég skila bókinni og svo kemur hún úr prentun, að það svona stresslösi mánuður minn, þannig að ég hef bara notið þess að taka því smá rólega, það svona mitt frí. Oft ég með ýmsar svona bókaferðir líka á þessum tíma, svo kemur náttúrulega bókin út og þá alls konar lestrar, en þú veist, á þessum tíma ég samt byrjað að hugsa mikið efni næstu bókar og eins og núna ég alveg svona búin að hugsa uppleggið að næstu bók. Og ég held ég byrji að skrifa á fulli í janúar og ég reyna að nota svona, janúar og fram á vor í að koma með fyrsta uppkast af bókinni. Og skilar hennu af þér í júli, ágúst, eitthvað svo leiðis? Ég reyna að skila fyrsta uppkast í svona mæ, júni. Nú myndur útgefandi menn segja ég sé að ljúga að því ég alltaf aðeins setni. En þau eru samt búin að lesa yfir, koma ábendingar og ég kemur mjög hrátt fyrsta uppkast sko. Mér finnst eitthvað meini að því ég skipulegir henni, ég veit aldrei almennilega hvert ég að fara. Ég veit upplegið, ég veit kannski hvernig hún byrjar og hvaða mál til svona umfjöllunar. En ég veit aldrei alveg hvernig það endar. Þannig ég þarf eitthvað meina að skrifa mig gegnum það og þess vegna skrifa ég oft bara svona brot í hverjum kafla bara til að komast að endinum. Og svo fer ég í sko svona yfirferð og það sem ég bæti og laga og þetta svo mikið púsluspil sko. Sko, með að þú skrifa eina bók, færðu hugmynd að annari bók? Já, ég oft með margar hugmyndir sem svona, eins og segir, þú veist, hversu langt ferlið þetta ég var búin að vera með hugmynd sálfræðingin sem ég var að skrifa núna alveg kannski nokkur ár, en Verður ekki dálítið óþreifull þá að fara að byrja á því einhvern veginn og þú ert kannski orðin bara það öguð, en ég hugsa mig sjálf á mig, ég myndi örugglega fara bara að vera einhvern veginn byrjaðar á 3. Já, ég oft búin að skrifa svona smá úr hverju sko, og svo held ég áfram með það sem, þú veist, ég meina, ef það góð hugmynd, þá vil ég meina að hún sé ennþá í haustum á mér árið seinna sko. Þannig þú veist. Já, og þannig að þú ert ekki hræddið hún fari, ef hún fer þá það bara því hún var ekki góð. Já, ég held að, já. Og ég skrif oft hjá mér með svona, mér finnst eitthvað gott, svo svona horfi ég á það seinna og bara, kannski nenni. Þú veist, þetta náttúrulega þarf að vera það góð hugmynd að þú vilt festa því inn í heilt ár og það þarf þá að vera alveg ansegið svona. Já, en alla litlu lögarnar. Ok, hvað gerist næst? Þú veist, segðu mér eitthvað hvað þú að fara að gera í janúar. Já, ég ætla að gera nýja serju. Alveg nýjar manneskjur, allt nýja persónur. Ég held það, já. Okay. Ég held að ég ætla að gera nýja serju, svona mögulega 3 bóka serju. Þú veist, ég náttúrulega get ekki lofa neinu, en mér langar smá að fara í aðra serju og ég er með svona hvernig hugmynd af serjuinni og hvernig hún Segðu mér aðeins. Já, það mögulega hlaðvarp. Í fyrstu bókinni. Hlaðvarpstjórnandi sem er að sem eru myrtur. Mögulega. Í miðju hlaðvarpi. Nei. Þetta grínast í mig núna? Nei, alls ekki. Ekki svona spjall hlaðvarp, kannski glæpa hlaðvarp. Ég var með einhverju hugmynd það. Þú hlustar svo mikið á hlaðvarp? Ég hlusta mjög mikið á hlaðvarp sko, og sérstaklega glæpa hlaðvarp sko. Þannig En sko alvöru morðmál, færðu hugmyndir úr þeim?
Sko, alvöru morðmál eru oftast bara hrikalega svona einföld í rauninni. Þú veist, það er ótrúlega sjaldgæft að alvöru morðmál sé svona eins og í glæpasögu með svona mörgum vendingum og svona, en sko það sem það var einhvern tímann svona hlaðvarp sem snerist óleyst mál og mér finnst óleyst mál alltaf eða áhugaverðust sko. Því að þau eru einmitt svo, það er svo margir möguleikar og svo margar vangaveltur hvað gæti hafa gerst og svona sérstaklega svona mysteríur þar sem að sko í rauninni það meikar ekkert sens skilurðu, þú veist það er náttúrulega til mörg þannig mál sem eru með alls konar vísbendingum sem að bara, já, þú veist fólk stendur alveg á gati þannig að það finnst mér ótrúlega áhugavert og það er kannski frekar það sem ég myndi fá en já, ég veit ekki hvort einhver hafi ratabind í bók en mögulega er samt næsta bók sem ég ætla að skrifa ég með eitt mál í huga sem að ég er svona, já það kannski verið aðeins með. Ég er að reyna að fá og þú ert að reyna að stoppa þig af því langar svo að segja þetta. Nei, ég er náttúrulega líka bara máli er að ég byrja oft með einhver ákveðna hugmynd en oft taka þær alveg sko svona 360 gráða snúning og fara í eitthvað allt annað. Þannig að það sem ég segi núna verður líklega alls ekki. Hvernig tilfinning er það að vera að það sé verið að gera sjónvarpsseríu Elmu? Glassriver er núna framleiðana, tökur byrjaðar. Hvernig líður það með það? Bara, minnst það bara geggja. Ég er ekkert smá spennt eftir sko mómentinu þar sem að ég sest niður og horfi á fyrsta þáttinn. Ég held að vera skrítið sko. En þetta er náttúrulega líka bara, þetta er allt annað listform, þannig ég eitthvað svona ákvæði byrjun bara, þú veist, ég ætla ekki að skipta mér að mikið að þessu, þetta er náttúrulega bara fagmenn sem að, og ég treysti þeim og valdi þau þessuna fyrir þetta. Lastu handritið? Já, ég er búin að, hún er að skrifa handritið, hún heitir Karen Eyfjörð. Já. Og og já, ég er alltaf í sambandi við hana og hún er búin að senda mér alltaf handritið og ég er búin að mæta á tökustað, þú veist, þannig ég var svona, já, ég var svona til hliðar alveg að svona aðeins fekk að fylgjast með, sko, og en já, eins og ég segi, þá er náttúrulega margt sem breytist, þetta er náttúrulega bara... Hún gerist upp á Skaga. Já, þú veist, þú gerist Akranesi og þau halda alveg í grunninn í sögunni, en þau eru náttúrulega, þú veist, þegar þú ert að gera þáttaseríu þá þarfst að huga svo mörgu, sko, þú veist, þetta er svona, þú þarfst að halda ákveðinni framvindu og hver þáttur, þetta verður 6 þættir, hver þáttur þarf að enda svolítið á spennandi hátt. Þannig já, það er svona aðeins að breyta frásagnar atvikaröðinni og svoleiðis. Sko, þú varst bæjarlistamaður Akranes 2023 og það var svo fallegt hvað þú segja sko þig þegar þau eru að tala um þetta eða sem sagt að veita þér þetta og þá talaðu einhvern veginn sko að tala um þig eins og svona sendiherra Akranes þú veist að skrifa sögurnar sem gerast í bakgarðinu hjá okkur hefur vakið athygli og bænum okkar og mér finnst að skrifa það svo miklu innlægni og miklu þakklæti upplifir það bara að Akurnesingar svona bara gleðjist yfir því að umhverfið sé reynda það er alltaf verið að drepa fólk en já, bara algjörlega sé nýtt á þennan hátt já, mjög og og þetta náttúrulega hefur skapað ákveðin svona ferðamannastraum og það er alveg mjög margir ég heyri náttúrulega hann heitir Hilmar Sigvaldason vitaverðurinn Akranesi eða svona vitaverður, hann er svona sér hann vitana og hann, hann er búin að vera miklu sambandi við mig oft, sko, og þá er hann alltaf að taka myndir af fólki sem er að koma og það er oft fólk sem er búið að lesa bækurnar og vill kynna sér svona staðhætti. Þannig að ég hef bara upplifað að Akurnesingar séu ánægðir með þetta og þú veist, náttúrulega Akranes, bærin hefur breyst rosalega mikið á síðustu árum. Þetta var náttúrulega svolítið svona bær sem allir keyrðu bara framhjá. Þú veist, það fór enginn upp á Akranes nema hann hafði erindi til þess. Þetta er náttúrulega ekki hluti að hringveginum, sko. Þú keyrir bara, þú þarft að taka þér krók til að fara á Akranes. En bærin hefur stækkað náttúrulega rosalega mikið. Ég er náttúrulega man eftir líka þegar göngin komið þegar ég var 10 ára eða eitthvað, 1998. Sem gerði fólki að kleifta sko vinna í bænum. Er svona stutt síðan? Já, það er ekki lengra síðan. Ég náttúrulega man eftir að hafa farið með Akraborginni og þurfa að keyra fjörðinn og þá var þetta náttúrulega bara að dressa þess upp til að fara í bæinn og eitthvað svona.
Þannig já, það hefur ansi margt breyst og þetta náttúrulega farið úr því að vera 5.000 manna bær í að vera 8-9.000 manna bær og en svo samt sko Akranes í bókunum mínum, ég upplifi alltaf Akranes í bókunum mínum eins og Akranes æskuminnar sko. Já. Það sem að hann var einhvern veginn, hann minni í hausnum á mér heldur en hann orðin í dag kannski, en mér þykir alltaf mjög vænt Akranes og ég upplifum mig alveg smá sem ég veit ekki, ég passa mig alltaf að tala fallega bæinn minn og og enda hef ég ekkert nema gott að segja en svo líka samt að því að bækurnar eru svolítið líka bara smábæ, og hvernig að alast upp í smábæ og hvernig smábærin verður svolítið svona partur af þér og ég held að það sé rosalega sterkt þegar þú kemur frá litlum bæ hann verður svo stór hluta þér. Nú þekki ég slatt af Akurnesingum, Evu Laufey, Sigrún Ósk, Halla, leikara, Óla Palla, Bödda, bróður hans, þú veist, og maður finnur að þau eru öll svo miklir Akurnesingar, þó að þau búi kannski í Hafnarfirðinum og þú hérna í Vesturbænum í Reykjavík, að það samt svo einhvern veginn ríkt í þeim að vera svo stolt af bænum sínum og tengd við hann. Það sko, ég ólst upp í Kópavoginum, ég ekkert svona mikil Kópavogsbúi eins og Akurnesingar eða Akurnesingar, veistu, einhver skýring á þessu? Já, ég veit ekki, eins og kannski Kópavogurinn meira eins og úthverfi, nei, má það ekki segja það, úthverfi Reykjavíkur. Ég veit ekki, sko, hann hefur náttúrulega breyst, Kópavogur, það var ekki til Smáralind þegar ég var alast upp og það var öðruvísi. En ég held þetta sé með marga bæir svona, þú veist, þeir sem eru frá Stykkishólmi eru Hólmarar og þú veist, það eru Akureyri og það er Húsvík og þú veist, ég held þetta sé, eins og ég segi, bara ótrúlega sterkur hlutaðir að vera Akureyringur og það hefur mótað mann svo mikið, þú veist, að vera frá þessum litla bæ. Veist, já, ég og öll fjölskylda mín þarna og þau búa ennþá þarna og ég fer mikið þarna þannig já, ég hugsa að það sé bara rosalega sterkt í manni. Þú sko, fær viðurkenningar erlendis, þú varst fékkst rýtingin sem bresku sakamálaverðlaunin sem svona, hvað að segja, nýtt blóð í glæpasögnum og svo verið að þýða þau á allskyns tungumál. Þetta stundum að tælast fyrir allt þetta viðurkenningastús eða getur maður bara gleymt sér í því og farið bara að vera á einhverju bókahátíðum? Já, og ég held að margir gera það í alvöru. Þetta sko, maður þarf einhvern veginn ég fór á glæpasagnahátíð með Arnaldi núna bara í apríl að þessu ári og hann sagði mér bara, þetta var orðið of mikið, þú mátt ekki gleyma því að fókusin alltaf að skrifa góða bækur leið og hætti því, þá hættir allt hitt, skilurðu en að sama skapi, sko, bjóst ég við því þú veist, ég segi oft, ég hálfgerður svona introvert, ég ekki rosalega mikið fyrir að athyglin sé á mér einhvern veginn og opna mig eitthvað opinberlega, það ekki ég og ég hélt einhvern veginn að rithöfundur gæti bara unnið á náttbúsunum heima hjá sér og þurfti ekki að fara út og eitthvað svoleiðis. En þetta algjörlega 50-50 sko. Það helmingurinn skrifin og hinn helmingurinn allt þetta markaðslega sem það þarf að gera. Þú veist, að ferðast út, ég er búin að fara í 10 ferðir á þessu ári, einhver svona bókaferðir. Og þetta ekki svona seasonalt? Þetta bara driftið árið? Þetta eiginlega yfir allt árið sko, já. Og erfitt að segja nei? Það erfitt að segja nei, af því að þú ert líka alltaf að hugsa sko að þó að sé búið að ganga vel núna undanfarið og búið að ganga vel á þessu ári og ég með samninga fyrir einhverja ár fram í tíman en þá gæti allt í hennu bara hætt. Ég meina, þú veist, ef þú hættir ef útgáfufyrirtækin hætti að sjá eitthvað gróða í þér, þá droppaður bara hyglust sko. Svo hverfill heimur. Þetta mjög hverfill heimur, þannig að mann líður eins og maður þurfa að grípa tækifærið á meðan sko. Finnurðu óttatilfinningu að missa þetta sem þú hefur? Svona einhver kvíði, hvað ef að ég bara færi stíplu sem oft skáldsagnaefni. Ég ekki stressuð fyrir að fá ritstíplu en auðvitað er mann alltaf stressaður að missa kannski löndin sem að gefa hvað best sko. Maður svo sem búin að svona festa sig ágætlega í sessi í nokkrum löndum sem eru svona stærstu löndum mín eru Frakkland og Þýskaland og Holland og England kannski svona svolítið þarna eftir en ég samt svona nokkuð örugg með það en auðvitað það þannig að mörg lönd kaupa fyrstu bókinni í seríunni svo bara gefa þenni smá tíma og svo gengur það ekki og þá það ekki að kaupa fleiri þannig að maður alltaf að hugsa bara hvað ef að
Ég finn það á sjálfum mér að ég er kannski búið með 4 bækur í einhverju serju sko, og þá er ég fann að bíða eftir hvernig kemur 5. og svo, og svona maður ánetjast höfundum og það liggur á mig sem komið svona með dagatal yfir sko, hvernig maður einhvern veginn svona maður þarf að vera með alveg sko 30-40 bara höfunda í gangi sem að róterast einhvern veginn í útgáfu og ég held að ég þyrfti að lesa svona 2-3 lélegar eftir viðkomandi ef ég ætlaði að gefast upp á honum. Af því að maður hefur einhvern veginn bara traust til höfundana. Maður ber traust til þeirra, trúir því að ein saga, þetta var ekki alveg eins og þú veist, þannig að þú tapar ekki á einnig oftu. Nei, en sko, nei, og ég hugsa ekki. Ég hugsa að þegar þú ert líka búin að búa til nokkra bækur sem fólk elskar að þá leifir það þér alveg að koma með eina líka án þess að snúa við bakinu, sko. Já, og gera einhverja tilraun eða fara í einhver allt aðra átt. Já. Ég held að við fyrirgefum það alveg. Já, en svo er þetta bara samt skiptir mig ótrúlega miklu máli, þú veist, þetta er mikil ástríða mér, ég elska að skrifa bækur og máli er, ég held að ekki allir rithöfundar elski að lesa og skrifa bækur, ég heyrti mjög mörgum þú veist, kannski byrjar oft held ég þannig, en mér finnst ég hafa talað við margar rithöfundar sem hafa alltaf tíma til að lesa og þú veist, ég elska fyrst og fremst að lesa og elska góða bækur og ég elska að skrifa þannig ég veit ekki hvort ég myndi fyrirgefa sjálfur mér að koma með ömulega bók Nei, það gerist ekki maður verður ekki allt í einu lélegur í einhverju en svo náttúrulega er það bara þannig að smekkur manna er agalega misjafn sko, þannig að það er En er þetta ekki bara með jafna blöndu af konur og kallar? Já, ég er bara ekki hugmynd. Það væri áhugavert að sjá þá tölfræði. Nei, það er ekkert meina ekki til, sko. Og mann hefur oft fundist, sko, smá halla á konur í þessari menningu sem er á Íslandi. Að því þetta þú veist, að flesta bækur eru keyptar fyrir jólin og ég veit að, sko, konur lesa meira en kallar. Þú veist, það er bara tölfræðin sýnir það. En að því að menningin er þannig að þú ert að kaupa gjöf handa einhverjum og þá ertu ofta að kaupa finnst mér gjöf handa pappa eða afa og þú kaupir ekki endilega hvern höfunda fyrir þá, skilurðu. En þú gætir fengið þetta með sko eins og Storytel eða ef að forlögin myndi gefa út rafbækur og þá myndir alltaf sjá og geta rakið sko, er þetta kona eða kall sem er að kaupa að því að venlega þú kaupir rafbók þá er það til eiginnota. Já, þannig að það er örugglega hægt að sækjast tölfræði einhvers staðar. Já, það var bara verkefni fyrir einhvern. Fyrir þig, varst ekki tölfræði einhvern veginn? Jú, já, og ég þurfti að fá gögnin hjá Storytel eða eitthvað. Skiptir máli bara, svo við endum þetta núna á að lenda í topp 5 í hérna á glæpa lista jólabókana. Sko, það er smá keppniskap í manni en sko ég veit ekki, nei, ekki öllu máli, þú veist, auðvitað langar manni að ganga vel en hérna, og sérstaklega á Íslandi, þú veist, það er náttúrulega bara heimili manns og mann langar að ganga vel á Íslandi því það er landi manns. En gengur þér ekki alltaf betur, sem sagt, sér ekki mun á árunum, er ekki vöxtur í sölu? Jú, og svo lengi sem það er vöxtur í sölu og ég vona bara, þú veist, að ég sé komin með líka bara svona ákveðin lesendahóp sem að bara svona, þú veist, og ég held að ég sé alveg komin með það. En svo er náttúrulega líka bara Ísland afskaplega lítið land, þú veist, og hérna... Þú þarft lesendur út í heimi. Já, ég þarf lesendur út í heimi líka. En þetta samt svona, jú, maður finnur það alveg, Ísland skiptir mann svona mestmálið, alltaf fyrstu viðbröðin við bókinniðinni líka, fyrsti staðurinn þar sem hún gefur hann út. Þér er pínlítið sama þótt að einhver rafvirki í Fraklandi dissi bókinniðina en þú verið viðkamarið fyrir því hér ef einhver eiginlega sko. Það liggur allavega fyrir að framundan er bók hlaðvarpsstjórnanda sem að mögulega verður myrtur. Ég hlakka til að lesa. Já, bara, vonandi verður hún góð. Frábært að fá þig. Takk fyrir að fá mig. Bara sömuleiðis.